Tékkneski ferðatrukkurinn sem fór á kaf í Blautulón var dreginn á land í dag. Eigandans telur að bifreiðin hafi verið of þung. Þjóðgarðsvörður að glannaskapur sé ástæða slyssins. Ógætilegur akstur var til þess að tékkneskur ferðatrukkur fór á kaf í Blautulón, segir þjóðgarðsvörður. Trukkurinn var dreginn á land í dag. Eigandi trukksins hafnar því að ökumenn sínir farir óvarlega hálendisvegi hér á landi. Trukkurinn var á 10 metra dýpi í Blautulónum, aðgerðir til að bjargunum hófust í gær. Síðan í morgun þá lyftum við honum upp, fleyttum honum hérna yfir lónið þar sem að þægilega að taka hann upp og svo kom með skurðgröfu og hún dregin upp. Hann var talsvert lengi hérna við bakkanum, hérna fyrir neðan. Já, hann svolítið brattur þessi bakki, hann svolítið örfur, en hérna þetta tókst ágætlega. Það brotnaði stöður hana framan, ég held að sé eina sem svona brotið. I think the problem here in the lake was the truck was too heavy to pass this way. Anna segir hins vegar þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði sem telur að ógætilegum akstri sé að kenna. Samkvæmt heimildum fréttastofu sést sá ógætilegi akstur á myndbandi sem tekið var af slysinu. Trukknumara var keyrt fram og tilbaka, skyndilega dettur hann niður öðrum megin og hverfur á 15 sekúndum. Our drivers are educated to don't be adrenaline people. They need to be very responsible people. But the videos don't show them as driving very responsibly. I cannot comment. Það nokkuð ljóst að þessi trukkur verður ekki notaður hér á landi í bráð að minnstakosti. Tékkneska ferðaskrifstofan hefur eins og leigt bíla hér á landi til að sinna þeim ferðamönnum sem áttu pantað þar í sumar. Flytja átti trukkinn til byggða í kvöld til viðgerða og jarðrask við Blautulón verður lagað, en það sér hins vegar á staðnum. Í Blautulón lágu nokkrir tugir lítra af hráolíu úr trukknum. Þeir lítra settu sinn svip á lónið í dag.